velkomna samkomu. Gaman að sjá okkur allir í kvöld. Þetta með yndislegt kvöld saman. Við ætlum að fá vitnisburð í kvöld, það er gaman að því. Og hérna tölum svo kannski nokkur orð. En hérna, fyrst og fremst þegar við erum komin hér til þess að lyfta upp nafni Drottins, gera hann kunnan. Ef þú ert hér í fyrsta skipti í kvöld, þá ertu hjartanlega velkomin. Hér er gott að vera. Hér elskum við hvort annað til lífs. Við getum verið á svo ólíkum staði í lífinu. Og hérna, það er gott að eiga kærleika og vinnáttu frá fólki. Og það reynum við að gera hér. Við erum búin að gera síðan 2011 byrjuðum við. Þannig að þú ert hjartanlega velkomin. Ef ekki að rísa á fætur til að biðja hans. Og hluti af okkur hér eru fólk sem er búin að berjast í áfengi og fíkniefni. Og þráum að losna undan því. En sumir hérna ná ekki markinu, hér allavega. Og við ætlum að biðja fyrir fjölskyldu, börnum, eiginmanni, ungra stúlku sem hefur verið hér og kom hér. Að hérna, Guð megi koma með lækningu og megi koma með sinn frið og sinn kærleika inn í líf þeirra. Svo biðjum fyrir eldri konu sem tók upp bjóði að neyta áfengis seint á árum og við ætlum að biðja Guð að koma og grípa inn í hennar líf. Bara Faðir, við þökkum þér fyrir náðin og miskunn, þökkum þér fyrir einn og sérhvern sem er hér inni, Drottinn. Við viljum byrja það, Drottinn, að leggja þessa fjölskyldu í þínar hendur, Drottinn. Eiginmanninn, Drottinn, og börnin, Drottinn, fjölskyldun, alla foreldrarna, Drottinn, alla sem eru í kringum þessa ungu konu, Drottinn, sem er lest núna í síðustu viku. Bara blessum þennan yndislega bróðir, blessum fjölskylduna alla, Drottinn. Komdu með þinn frið, Drottinn. Gefðu þeim að hvíla bara í þínu faðmi, Drottinn minn. Og við, Drottinn, bara verðum duglega að halda þeim upp í bæinn, styðja við bakið þeim, hjálpa þeim fjárhagslega eins og hefur verið búið að auglýsa núna, Drottinn. Ég bið þess, Drottinn, menn við mögum horfa til þeim. Megum ekki bara líta á þetta sem eitthvað fórnarkostnað fyrir sem sjúkdóm. Við bara tökum ekki á móti því og við bara stöndum gegn því í Jesú nafni. Bara blessun og varðveislu, Drottinn. Svo biðum fyrir þessari konu, Drottinn, sem hefur að berjast í áfengi og ég biðja bara, Drottinn, að grípa inn í hennar líf. Ég biðja, Drottinn, að mæta inn í það sem hún er, Drottinn. Hún þekkir þig og veit hver þú ert, Drottinn. Hversu megnuð þú ert, Drottinn, til þess að leysa, frelsa, Drottinn, í Jesú heilaga nafni. Svo leggjum við bara einn og sérhvern sem er hér inni. Við erum öll með eitthvað bænarefni á okkar hjarta. Drottinn, þú þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Og ég biðja bara, Drottinn, að koma inn í kvíðan, koma inn í óttan, koma inn í vanmáttakenndin og koma inn í fíknina, Drottinn. Sama hvað það er, Drottinn. Þú átt lausn, þú átt lækningu, þú átt frelsi og þú átt frið, Drottinn, fyrir alla menn, Drottinn. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Hérna, svo ætla ég minna ykkur á samskotin og takk fyrir að hjálpa okkur að halda þessu gangandi. Pósinn er aftast og föturnar ganga hér salinn. Við erum duglega að taka þátt í þessu. Guð elskar glaðan gjafara. Við gefum að því okkur langar til þess að gera það, ekki að því við vitum að fáum eitthvað í staðinn. En það er alltaf bónusinn á Drottni. Því meira sem við gefum, því meira fáum við. Og þetta er nákvæmlega eins með kærleikan. Því meiri kærleika sem hún gefur til fólks, því meira færðu frá honum. Og það er svo góð tilfinning. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine.
been my fourth man in the fire, time after time, born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all these errors. I know the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. 'Cause I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. Oh, He will never fail. 'Cause I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord. I sought the Lord. I sought the Lord.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust In God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mér langar að við tökum þetta eins og enn. Ég held að sé fólkinn inni sem þurfi að sleppa tökunum og treysta Guði. Hvort það með fjármálin, með fjölskylduna, með íbúðamál, kannski eftir leiguhúsna og varst að fá tilkynnt bara í síðustu viku, heyrðu, það verður að fara að selja íbúðuna, típist. Og bara það er ótti eða kvíði innan með þér fyrir einhverju ákveðnu. Bara hvernig ætli þetta fari, hvað þarf ég að gera? En mér langar að segja þér að treysta Guði. Af því að það er hann sem mun sjá fyrir þér. Það var þegar ég var yngri þá vorum við í einhver svona íbúðavesinni. Ég hef ekki hugsað þetta í mörg ár, en kannski einhverjum sem þarf að heyra þetta. Ég var bara krakki, mamma var nýskilin og hún bara ein með okkur 2 systkinin. Það var íbúð í Kópavogi eða Garðabæ einhvers staðar sem var bara þetta er fullkomin eign. Þetta er eignin. Og ég man að mamma var mjög bara svona okkur, þetta er Guð, þetta er eignin, þetta er eignin. Og ég var mjög spennt fyrir þessu og við vorum öll mjög spennt fyrir þessu. En svo fengum við hann ekki. Og ég man að mamma var bara svona miður sín, bara hélt í alvöru þetta væri það. En stuttu seinna, akkurat, Guð reynir okkur stundum alveg að þolmörkum, alveg að deadlineinu. Svo kemur hann. En þá kemur hann líka strax. Og við fengum íbúð sem hann bara hentaði fullkomlega miklu stærri, miklu betri staðsetning. Af því að við treystum Guði. Þannig að ef það er einhverjum inni sem þarf að treysta Guði, hvort sem er íbúðamál eða sambandið eða fjölskyldan eða fjármálin eða hvað er það sem þú þarfst að treysta Guði fyrir? Hvað er það sem þú ert að halda fast í? Það langar mig bara, við skulum öll rísa á fætur. Við skulum bara öll rísa á fætur, krakkar. Þetta er ekki tónleikar. Og við skulum bara syngja þetta saman. Ég treysti Guði. Ég treysti Guði af því hann er frelsarinn minn. Og ef þú ert eftir ekki að gera hann að frelsarinn þínum, ekki fara í kvöld fyrir þú ert búinn á því. Heilaði Far, við leggjum það sem er á herðum okkar, við leggjum hann fram fyrir hásætið þig. Og Drottinn minn og Guð, bara biðjum þig að grípa inn í. Drottinn minn, bara lyftum höndum okkar og við sleppum tökunum á því sem við erum að reyna að stjórnast með, á því sem við erum að reyna að stýra eða hvað sem það kann að vera. Drottinn, þú veist, þú ert með lausnina. Og ég þakka að Drottinn, þú ert alltaf að vinna. Þótt við sjáum það ekki og þótt við finnum það ekki, þá ert þú alltaf að starfa, Drottinn. Takk, Jesus. Ef að þú ert sá sem að þarft að treysta Guð, þá langar bara að hvetja núna með að syngjum, að bara lyfta höndum og bara syngja hátt, bara ég treysti Guð. Amen. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail tonight. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord.
So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, Að ganga með Jesú, það breytir manni. Það breytir öllu. Að ganga með Jesú, það breytir hvernig ég hugsa, hvernig við hugsum. Að ganga með Jesú, það breytir hvernig við tölum. Að ganga með Jesú breytir hvernig við hugsum, hverjum við erum í kringum, hverju við veljum í kringum okkur. Það breytir öllu innra með okkur. Hreinsar út allt sem á ekki og þarf ekki að vera þarna, og það fyllir okkur með trú og traust á það sem er nákvæmlega það sem þarf að vera. Og það stundum erfitt að ganga þessa göngu, að breytast svona mikið, og maður hræddur við að skilja gamla lífið eftir og maður veit ekki, maður óttasleginn við að stíga inn í óvissinu sem fyrir fram á mann. En ef við stöndum fast með Jesú, þá erum við alltaf á réttri leið. Hvert einasta skref rétta skrefið. Hvert einasta orð rétta orðið. Hver einasta manneskja sem kemur inn í lífið þitt rétta manneskjan á réttum stað og réttum tíma. En það samt stundum erfitt að fara þessa leið. Maður þekkir ekki almennilega sjálfa sig og það skrítið, en vitið til, ef þið farið á þessa göngu, ef þið eruð á þessari göngu, þá vitið að það ekkert sem er líkt þessu. Þessi fullvissa, þessi kærleikur, þessi viska sem fylgir því. Og viskan kemur bara, þú situr einn með sjálfur að kalla á Jesú, tala við Guð, og þá farið þið bara svör við stóru spurningum lífsins. Og þú stígur í rétt út af því að þú fær kjarkinn til að gera það. Þú fær kjarkinn til að stíga áfram, þú fær kjarkinn til að loka á fólki sem má ekki vera þarna, þú fær kjarkinn til að vera með fólkinu sem þú þekkir ekki alveg en veist þú átt að vera með. Veist þú átt að vera þarna út af því að það eitthvað innra með þér sem að kalla á þig að segja þér, stígðu skrefið, farðu áfram. Ekki vera hræddur, ekki vera hrædd. Það ekkert að óttast þegar þú ert með Guð. Það ekkert að óttast þegar þú tala við Jesú. Ekki neitt. Það að besta við það. Það að allra besta við það. Come on my soul, oh don't you get shy me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise
'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up, get up, get up. Ef við gera þetta aftur, svo byrjum við. Hann fekk ómikla sól í dag, held ég. Amen. Frelsar á ég og vinur meili, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesús, ég vil að ég syng hans nafn. Einum
mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil að við syngjum hans nafn. Einu bréfi til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil að við syngjum hans nafn. Einu bréfi til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Einum bréfi til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Eina sem ég þarf. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil að við syngjum hans nafn. Einum þér til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Einum þér til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Halleluja, amen. Svo rís á fætur. Halleluja, bara það er svo yndislegt þegar Guð, þegar maður finnur hvernig Guð dvelur í lofgjörð. Það er svo gott snerta við líf okkar. Þú ert hérna kannski í kvöld og finnur það er eitthvað að gerast í hjartaðinu. Þið líður vel, það er eitthvað sem er að gerast innra með þér. Þetta er heilagur andi sem er að snerta við þér. Guð er hér til þess að mæta þér. Og þú ert hérna í kvöld af því að Guð vill mæta þér í kvöld. Bara Faðir, við þakkum þér fyrir að þú ert hér, Drottinn. Takk fyrir náð þína, takk fyrir Drottinn, kærleika þinn, elskuna þína. Þú ert hér fyrir okkur, Drottinn. Takk fyrir þú dóst á krossinum fyrir okkur til þess að við getum eignast líf og líf í fulleignaði. Takk, Drottinn, að þú skerði burtu þessar hluti sem eiga ekki að vera. Alveg eins og Inga talaði hérna kvíðan og óttan, fíknina, sama hvað það er, Drottinn. Þú vilt vera með okkur, Drottinn. Gefðu okkur þessa fullvissu hjartan, Drottinn. Að við mögum bara láta undan og gefa þér. Treysta þér fullkomlega fyrir líf okkar. Takk fyrir vitnisburðina sem eru hérna tugir, ekki hundruð hér inni, Drottinn. Fólk sem þú mætt, Drottinn. Dreif okkur upp úr glötuna gröf. Dreif okkur upp úr eymd og volæði. Afbrotum, neyslu, ofbeldi. Takk, Drottinn, að þú ert hér. Þú elskar alla menn án skilja. Þú þráir að fá alla í þinn faðm, Drottinn. Gefðu líf okkar megi endurspegla þig hvað þú ert, Drottinn minn. Að hvar sem við förum að við mögum vera vitnisburður þig hver þú ert. Og við sýnum það best með kærleika okkar til annarra. Takk fyrir þennan kærleika og þessa elsku sem þú sett inn í þetta starfi gegnum öll þessi ár, Drottinn.
Þúsundir manna sem hafa komið til trúar, þúsundir manna sem hafa eignast nýtt líf, Drottinn. Takk fyrir þetta kvöld í kvöld sem ekki bara eitt annað mánudagskvöld, heldur þetta mjög sérstakt kvöld, Drottinn. Öll kvöld eru sérstök fyrir þér. Þú ætlar að vinna í hjörtum hér í kvöld, Drottinn. Og ég veit, Drottinn, ég finn svo mikið sársauka, það sársauki í lífi einstakling sem hérna inni, Drottinn. Takk fyrir þú ert að eiga við þetta, Drottinn. Þú ert að leggja þína læknandi hönd á sársauka. Takk fyrir friðinn sem æðri öllum skilningi okkar. Við elskum þig og við þráum það eitt að fá að lyfta þínu nafni. Takk fyrir þú slegið í burtu alla feimni. Við bara elskum að segja frá hver þú ert. Ástæðan er einföld af því að þú gefur okkur líf. Og við þökkum þig fyrir það, Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. Ó, Guð er svo góður. Ég er svo þakklátur, Guð. Svo þakklátur fyrir líf mitt bara. En ég átti rosa erfiðan dag. En það er bara allt í lagi. Guð er samt góður. Arna, hann þekki mig svo vel. Arna sagði, ég sé það bráðið og það er bara eitt knús, þá lagast þetta. Og það var akkurat þannig, sko. En við ætlum að eiga hérna kvöld í kvöld, sko. Það er búið að vera svo mikið í hjarta mínu kærleika Guðs og hérna sem birtist í Kristi Jesú. Og við erum búin að heyra frásögnina aftur og aftur og aftur. Og það er spurning hvað gerum með það. En áður við förum aðeins inn í það, þá langar mér að ætlum að vera að fá vitnisburð hérna núna. Sko, Guð er með öll svörin inn í líf okkar. Allt sem við þurfum er hann með. En við þurfum að stíga skrefin líka. Hann kemur inn í líf okkar, hann kemur, hann útvegar okkur alla þá hluti, hann leggur brautina algjörlega fyrir okkur, en við þurfum að ganga brautina. Og það er mjög mikilvægur hlutur. Og hérna, Davíð mér, ertu hérna ykkur staðar hann? Davíð, gjörðu svo vel, Davíð Samúlsson, hann ætlar að koma einnig og vera með vitnisburð. Og líf hans, ég þekki svolítið líf hans, gegnum tíðina, og þegar maður ákveður að gefa í það sjálfur, við vitum að Guð er með alla þessa hluti fyrir okkur, þetta er bara hlaðborð sem fyrir framan okkur, en við þurfum að fara í hillurnar, við þurfum að ná í það sem Guð er með fyrir okkur og þá má okkur vegna vel og ótrúlega þakkláttur fyrir vináttu við Davíð og ég þekki foreldrar hans mjög vel og pappans var nú forstöðumaður minn hérna til margra ára, algjört yndi. Gjörðu svo vel, Davíð minn, gefum hann gott klapp. Viltu hafa smá? Hæ, ég heiti Davíð eins og Óli sagði. Ég þegar Óli bað mig í morgun, ég hitt hann, ég trúi ekki á tilviljanir, stendur í aðbókinni, það er enga tilviljanir í heimi Guðs. Ég hitti Óla fyrir tilvíðinu reyndar í morgun og hann bað mig þetta, ég er nú búinn að bíða eftir þessu. Ég semst fagnaði 8 mánaða edrúarmál á föstudaginn var. Og ef ég byrja bara á að segja ykkur aðeins frá mér, eins og Óli sagði þá var pabbi minn forstöðumaður í Ísari kirkju í mörg ár. Ég fermdist við þetta sviðina. Eða fermdist, það kallast blessun, ekki ferming í veginum og basically bara svona beint eftir það þá ég eiginlega meira þess að fyrir það eiginlega árið á undan þá tilkynnti ég foreldrum mínum að ég ætlaði að hætta að mæta í kirkju og stæði ekki í þessu Jesúbulli og lét svo bara mjög lítið sjá mig sko þangað til bara alltaf þegar ég var að reyna að vera edrú þú veist þá kom ég á samkomur hjá Óla bara í United en ég hef lítið verið í veginum og valdi foreldrum mínum miklum kölum. Ég er að koma úr áður en ég segi hvað Jesús er búinn að gera fyrir mig þá eins og sjáu þá er ég ekki vanur að tala í mikrofón að bara hvaðan ég er að koma. Ég er að koma úr alveg rosalegu myrkri og ég er búinn að vera í dagneyslu á fíkniefnum í yfir 30 ár. Ég fór fyrst inn á Vog 95. Neyslan hefur bara þróast, ég var fungerandi, þú veist, þangað til fyrir 10 árum síðan þá gat ég mætt í vinnu og en hætti svo að vinna og neyslan tók bara öll völd, þú veist, ég er búinn að fara á milli landa, ég er búinn að reyna allt til þess að reyna að stoppa.
það eru 5 ár síðan ég reyndi að stoppa síðast. Ég var gjörsamlega búinn að gefast upp. Ég átti enga von. Þú veist, ég á 4 börn, ég á 4 barnabörn. Og þú veist, ég er nýfluttur af Draumasetrinu hjá Óla og Elínu. Og þetta er í 3. skipti sem ég er þar. Ég var það 2019, 2021 og svo núna. Og þú veist, eins og ég segi, þú veist, mér langar svo að þið skiljið hversu mikið ég var búinn að gefast upp. Ég var löngu hættur að trúa að ég geti nokkuð tímann orðið edrú. Ég hafði lofað, sem sagt, ég var 2 dætur og 2 syni og dætur mínar voru alltaf að, hafa ágjör af mér. Ég var bara í þannig neyslu, þú veist, overdose og bara mjög mikið myrkur. Og ég hafði lofað þeim fyrra árinu og síðasta ári að panta ég í meðferð bara til þess að friða þær eitthvað. Og mér finnst Guð, ég sé svo mikið Guð í því líka, að þú veist, eins og Óli sagði að ég hef þekkt Óla síðan ég var bara lítill strákur og Elínu frá því að þau kynntust. Og frænka mín er forstöðukona, þú veist, ég náttúrulega kem að mikilli Hvítasunnu ætt, þú veist, það er allt fólkið hans pappa frelsað og í kirkjum. Og frænka mín er forstöðukona Signý á Hlaðgerðarkoti og í hinn 2 skipti sem ég hafði verið á Hlaðgerðarkoti, þú veist, næst síðasta skipti 2019 að þá hringdi ég í Guðrúnu sem að rak Hlaðgerðarkoti áður og frá Spáni, þú veist, mjög illa á mig komin bara, þú veist, ég verð að komast í meðferð. Taktu bara flug heim daginn minn, komdu bara beint upp á Hlaðgerðarkoti, þú veist, ég var svona forréttindapesi. Og en núna lét Signý mig bíða, þú veist, og þú veist, ég skildi það ekki alveg en ég var bara frekar þakkláttur fyrir það og geta bara haldið áfram að nota og En Guð var að bíða eftir að Elín kæmi að vinna upp á Hlaðgerðarkoti og þú veist, þannig að 2 vikum eftir að Elín tekur við sem ráðgjafi upp á Hlaðgerðarkoti að þá, þú veist, ég held að það hefur ábyggilega verið bara á svip, gæti að verið sama dag og Elín mætti sem Signý sendi, þú veist, þú mátt koma eftir 2 vikur. Og ég endi í grúpunni hjá Elínu sem að ég sé svo mikinn Guð í vegna þess að, þú veist, ég alltaf glímt við gríðarleg trust issues, alveg mjög mikil og Elín sem tekur við grúpu, ég settur í grúpu hjá Elínu og þú veist, það er ennþá, ég held að sé, ég veit ekki hvort það eru, jú það eru menninni sem voru inn á Hlaðgerðarkoti þegar ég kom hana, ég var rosalega illa á mig komin, ég kom inn undir áhrifum og þú veist, tekin í þábröðu, Siggi þekki mig og þú veist, og ég gat ekki hugsað mér að þurfa að fara heim og segja dæturum mínum að ég hef ekki fengið að fara inn, þannig ég, þetta er ekki svo mikið sem ég var að nota og eitthvað, þú veist, það mældist í mér og haldið fundum með lækninum og eitthvað og ákveði að leyfa mér að fara inn og ef sæjust ekki á mig fráhvörf og að því að ég á trú á Guð, þú veist, það er bara í DNA-inu mínu vegna þess hvernig ég er alinn upp að það eina sem ég gat gert var að fara á hnén á morgnana og kvöldin og mæta bara í allt prógram til þess að mér ekki hent út og Guð bara mætti mér, þú veist, og mér er mjög minnist að stund sem ég átti inn í herbyggi upp á Hlaðgerðarkoti, ég veit ekki, ég hef kannski verið búinn að vera þarna í 3 vikur eða eitthvað, þá hafði rofað aðeins til í hausnum á mér og ég var farin að geta skrifað eitthvað og var að vinna sporin. Ég með einhverja lofgjörð á, ég fekk lánað einhvern hátalara og ég með einhverja lofgjörð á, þú veist, og svo lít ég bara svona eitthvað upp og svo bara brotnaði ég bara algjörlega saman. Og þú veist, ég kemst bara við að tala um þetta. Og þú veist, ég upplifði það þannig að, sko, Elín sagði við mig, þú veist, að ég var alltaf á leiðin út, þú veist, ég gat bara ekki hugsað mér að vera þarna, ég var svo óbóðslegum fráhvörfum og illa á mig komin. Og Elín sagði alltaf frestaði bara, þú veist, farðu á morgun, farðu eftir klukkutíma, bara byttu. Og þarna upplifði ég að þráhyggjan og fíknin hefði bara verið tekin frá mér. Og ég er búinn að vera með þráhyggju og fíkn á hverjum einasta degi, hverjum einasta klukkutíma síðan ég man eftir mér. Og en ég hef ekki fundið fyrir henni síðan þá, þú veist, Elín leyfði mér að taka sporin hratt, ég vann þau rosalega hratt og ég talaði nú við hana í dag og fekk leyfi til þess að segja frá því að, þú veist, að ég glímdi við það mikil trust issues, ég bað bara hana og Óla að sponsa mig. Þannig að þau eru sponsorarnir mínir í dag og þú veist, ég tala enn með Elínu á hverjum einasta degi. Þú veist, þó að Guð hafi tekið frá mér, sko, og minn Guð er Jesús Kristur, þú veist, hann dó á krossinum fyrir mínar syndir. Þó að Jesús hafi tekið frá mér, sko, þráhyggjuna og fíknina, að þá hef ég ekki þorað að breyta neinu. Þú veist, ég veit þetta hljómar eins og ég sé á aðfundi en ég er bara búinn að sitja
Ég var að taka þetta saman, ég held að séu cirka 200 dagar síðan ég komið með fyrir, ég er ábyggilega búin að fara á 300 aðfundi á þessum 200 dögum. Þú veist, ég er í 4 þjónustum, ég er að rita 2 deildir og ég hataði aðsamtökin, þau voru á gremjulistanum mínum. En þú veist, bara því að ég hefði selt einhverjum mönnum kókain og heyrt á ljúgum einhvern edrútíma eins og það endurspeglaði eitthvað aðsamtökin. En þú veist, aðsamtökin eru bara besta tól sem að ég veit til þess að ná fólki inn í Guðsríkið. Þú veist, ég hef reynt að vinna sporin áður og ég er að gera hluti núna sem ég hef aldrei gert, þú veist, og ég er líka búinn að biðja Guð að leiða í veg fyrir mig fólk sem ég get hjálpað. Ég er að sponsa 3 stráka núna, ég hef aldrei sponsað. Og þú veist, og það, ég geti verið í allt kvöld að segja ykkur sögur að því, sko, fyrsti gæðin sem baði mig að sponsa sig. Þú veist, við hefum gefið svipað sögu, þú veist, ég er búinn að segja held ég 3 við hann, vá, nú er ég að fatta okkur Guð leiddi í veg fyrir mig, því þú veist, við erum að glíma við að nákvæmlega sama. Og hann deilir trú minni, hann á trú á Jesú Krist, þannig að við bara hendum í bæn áður en við byrjum, bjóðum bara Jesú Krist velkomin inn í herbergið. Þú veist, ég er að vinna fyrir Jesú, þú veist, og ég veit ég þarf að passa mig inn í aðsamtökunum, það er hátt til loft svo vítt til veggja í heimi andans, þannig að þú veist, ég er ekki að fara að tróða þið svona í kokjáninum inn í aðsamtökunum. En þú veist, þegar ég var að huglega sko heima í dag, þú veist, og segja ykkur annað, bara ég standi er kraftaverk, þú veist, ég hef aldrei getað að tala fyrir framan fólk og alltaf verið óttaslegin, alveg rosalega upptekinn á áliti annarra hvað öðrum finnst mig og eitthvað, þú veist, og núna er mér bara alveg sama. Þú veist, Óli sagði eitthvað áðan, ég sagði, nei, ég er ekki stressað, mér finnst ég bara ekki hafa að segja. En þú veist, ég get sagt ykkur þetta, ég get sagt ykkur að Jesús Kristur er, þú veist, svo raunverulegur að, og þú veist, og að því að ég veit að það eru margir inni sem að verða að vera þú veist, við sem hefum verið á draumasetrinu, þú veist, það eru sumir sem koma af því að það er bara skylda að koma á samkomur. En þú veist, það stendur í aðbókinni, annarkot er Guð allt í öllu eða ekki neitt. Við getum ekki átt Guð sem er eitthvað að hluta, skilur við, annarkot er Guð almáttugur og allt í öllu eða ekki neitt. Og þú veist, að vera að hafa, mér þú veist, að vera að hafa ykkur að vera að búa sér til sinn eigin Guð eins og aðsamtökin bjóða okkur upp á. Þú veist, ef þið eruð þarna, þú veist, Jesús Kristur er raunverulegur, þú veist. Og það er að fara, þú getur farið inn á YouTube, sko, það er alltaf að sannast meira og meira og meira og meira. Líkklæðin, þú veist, þeir vita nákvæmlega hvaða dag hann var krossfestur, hvaða dag hann reis upp, þú veist, þetta er allt saman orðið staðfest. En þú veist, af hverju eru við oft svona hrokafull og bara, nei, Jesús, nei, ég get það ekki. Þú veist, gefið þessu séns. Hann er svo rosalega raunverulegur. Það eina sem þið þurfið að gera er að bjóða honum inn. En þið þurfið líka, eins og Óli var að segja, þið þurfið að hafa fyrir þessu. Við þurfum að stíga þessi skref. Við þurfum að fara á fundina. Við þurfum, skilur, ég er með, þú lætur mig vita ef ég er á lengi, Óli. Þú veist, ég er mjög eins og ég sagði, ég er að vandamáli rosalega vel, ég bara meika ekki að sleppa hann inn. Ég er enn að halda dagsplan, það eru sem sagt, cirka 200 dagar síðan ég kom úr meðferð og upp á þeir sem að vera á Hlaggýrakoti við köllum það meistaraviku, ef maður fær engan mínus á dagsplanin sitt og þá er það meistaravika. Þú veist, og ég er bara svona eins og lítill krakki að safna plúsum á blöðinu. Ég er með 16 liði á dagsplaninu mínu og ég var að taka það saman í dag. 8 af þeim eru bara beint úr bókinni. Þú veist, að tala við Guð, tala við nýliðana, hringi sponsor, fara á fundi. Þetta eru allt hlutir sem við eigum að gera og svo er hitt bara svona venjulegir hlutir. Fara að sofa fyrir 12, þú veist, vakna fyrir 8, tambusta mig, ég þurfti að minna mig á það. Þú veist, borða 2 á dag, bara svona hlutir sem eru góðir fyrir mig. Og ég er að vanda mig það mikið. Þú veist, Jesús Kristur er raunverulega, hann hefur tekið frá mig fíknina. Ég þarf að gera þetta. Ég ætlaði að ná meistaramánuði. Ég var núna á sunnudaginn. Þá ef ég hefði ekki fengið neitt mínus núna á sunnudaginn, þá hefði ég náð sem sagt 28. deginum án mínusa. Það eru, ég tók þetta saman, þetta eru 402 plúsar á einum mánuði. En nei, ég var ekki byggðin klapp, bara smá húmor. En ég fekk semst 1 mínus síðasta daginn. Ég vaknaði 20 mínútur yfir 8 en ekki fyrir 8 þannig á sunnudeginum. Þannig að, en þú veist, við Elín vorum sammála um það, þetta er bara skemmtileg saga, þú veist, hvað maður er upptekinn á því að fá okkur að plúsa á okkar dagsplan. En þú veist, ef maður bara vandar sig, nálgast Guð, biður hjálp og svo bara framkvæmir maður, gerir þetta allt saman, þá í alvörunni mætir hann ykkur. Þú veist, og ég er búinn að reyna þetta svo oft og svo mikið og eitthvað með mínum leiðum ekki vilja láta af einhverjum óheiliki fjármálum, kvennamálum og alls konar bulli.
En leið og ég gafst upp og rétt honum líf mitt, þá hefur þetta verið, sko ég býð alltaf eftir að detta af einhverju bleiku skýja, því þetta hefur verið alveg ótrúlega létt, í alvörunni talað. Og þegar ég segi að ég er búin að vera í neyslu í yfir 30 ár í dagneyslu, ég á bara 4 ár edrú, 2 ár edrú og allt annað eru dagar og vikur. Ég er búin að vera dópaður í yfir 30 ár. Þú veist, og ég bara, þú veist, og svo er þetta bara, þetta er svo að drekka vatn, en ég líka er að vanda mig og ég leita til Guðs. Takk fyrir mig, ég vona þetta hafi hjálpað. Amen. Þetta er bara fjallar að gera hlutina. Þvílíkur vitnisburður sem það er. Og það er allt til að vera svolítið gropinn og hérna í því sem maður er að gera. Og standa sig vel. Það er gott að standa sig vel, þá líður manni vel. Og þannig mér finnst það nú svona, þetta er alveg eitthvað hámark heiðarleikans. Að vera með 1 mínus þannig í lokin. Og hoppa ekki fram hjá því og setja plús í staðinn. Er það ekki batamerki? Mikið batamerki. Það er já. En hann var að tala hérna, ég ætla bara að tala örstutt hérna, aðeins líka vitni sem hann var að segja, af því það er sko, þetta fjallar svo mikið kærleika Guðs, en við þurfum að, eins og hann sagði, við þurfum að stíga þessi skref, við þurfum að taka móti Jesú Kristi inn í líf okkar. Þetta játning var á okkar sem skiptir öllu máli. Og hérna, alveg eins og við tölum alltaf Jesús treður sér ekki inn í lífið, það mun aldrei gera. Það er þú sem þarft að ákveða, það er þú sem býður honum inn. Og það er tækifæri til þess að gera það í kvöld. Og ég ætla að lesa þess hérna, þegar ég hlusta á hann, þá kom svo tími vers hérna, það eru Rómverjabréfin 8, margir ekki að þekkja það. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Er það ekki akkurat sem hann var að segja? Þegar Guð er með, hver er á móti okkur? Hann sem þymdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir okkur öll. Hvort myndi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Og hann er tilbúinn að gera það. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er. Og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krist? Mun þjáningin geta gert það? Þrengingin, ofsókn, hungur, nekt, háski, sverð. Hvað getur gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú? Segir í 38. versinu, þetta er Rómverjabréfinu. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðinn né líf, englar né tigni, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar hæði né dýpt né nokkuð annar skapað muni geta gert okkur viðskilja við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni voru. Og kærleikur Krist er það sem þetta fjallar Og ég var að hugsa það þegar hann var að tala á þann, þegar ég steig inn í koti þarna 2010 og illa farinn og eiga kannski ekki vonina og vera í raun, jú, ég skal pröfa enn einu sinni fyrir eitthvað aðra. Að vísu þá hérna kom ekki annað til greina fyrir mig heldur en að fara inn. En ég fann að þegar Guð opnaði leiðina og Guð talaði til mín og sagði, Óli, ég er ekki búinn að gefast upp, nú bara förum við áfram. Og það er að grípa það og taka það og gera sem hann á að gera. Ég elskaði að vera inn í meðferðinni þegar það tala það að gera gott, algjört æði, það mennir að koma þann út, það er bara svo gaman að sjá líf, hér eru nokkru inni sem er nýlega komin út úr kotinu og sjá þessa gleði, sjá þetta bros og þessa fegurð í lífinu þegar fólk er að koma út af því að meðferðin er byggð að grunnum til er Kristur Jesús sem er sá sem er svona stólpinn og grunnurinn að þessu öllu sem er verið að gera. Og það fjallar það að hann elskar þig, nákvæmlega eins og ert. Hann talaði líka Davíð það að trúa því. Það er auðvelt fyrir mig að segja að Jesús er drottinn, Jesús er lífið sjálft. Ég gæti ekkert gert án hans. Þú kannski hugsaði, já, ok, þetta Jesús talar. Hann talaði að það verður að finna alltaf hluti, líkklæðin og annað og hvað hann krossfestur og alla þessa hluti. Ég var að segja, ég var að tala á samhjálparsamkomu á 5. þá var ég myndi að segja, sko, að ég hlusta að brota á hérna einhverju podcasti sem fjallaði Nero. Nero var hérna algjör fantur og skrimsli hérna í gamla daga og hérna það var gríðarlegt ofbeldi og viðbjóðar hann endaði nú líf sitt, tók það sjálfur í lokin þegar hans ríki hrundi á sínum tíma og það er svo athyglisvert að hlusta á þetta podcast sem mikið svona annað þeirra er mikill spekingur og fræðingur og svo ung kona sem er með honum og þau fjallaði Nero og alla söguna og
það er sem sagt, það er bara að tala að þetta var svona. Það er ekkert verið að draga hennar efasemdur það sem gerðist með líf Nero og það er búið að skrifa mörgum stöðum og þetta er allt alveg á hreinu, hvað hann gerði og hvernig hann drap og hvernig hann fór að því og allir þessu hlutir er allt á hreinu. En það sem er athyglisvert við það, að þetta er 65 eftir Krist. 65 árum eftir að Kristur kom. En þegar það kemur að Jesú Kristi, sem var kannski ég man nú ekki hvað Nero var gamall þegar hann dó, en allavega, hann hefur ekki verið mjög gamall, fæddist bara rétt eftir Krist. En það er engar efasemdir í heiminum það sem gerðist með Nero, en þegar það kemur að Jesú Kristi þá rengjum allt. Það er allt rengt, já þetta er búið að breytast í gegnum tíðin, þetta er bara búið að skrifa þetta, margskrifa þetta. Það er engan heimildir fyrir þessu. En þetta er þessi barátta sem eigum við. Það er allt gert til þess að draga orð Drottins í efa fyrir fólki. Óvinurinn kemur til þess að stela, slátra og eyða. Hann kemur til þess að eyðileggja fyrir þig lífið. Það er það sem hann vill gera. Og hann hefur verið duglegur við það. Og við finnum sorgin að hellast yfir hver einustu viku. Ungt fólk sem er að deyja fyrir þessum ógeðslega, viðbjóðslega sjúkdóm. En ef við fókusum á Guð og byggjum hann að koma með vernd og varðslu í líf okkar, þá mun okkur vegna vel, ég lofi ykkur því. En við þurfum líka að gefa honum allt. Ekki bara hluta, heldur allt. Allt okkar líf. Og orðið segir, þá mun hann vel fyrir sjá. Og hann vill að þér líði vel. Hann vill ekki hennan kvíða, hann vill ekki hennan ótta inn í líði. Hann vill gefa þér frið, fullkominn frið. Er ekki alltaf sagt þegar ungt fólk er að deyja, eða fólk sem er að deyja og deyja úr sjúkdómnum, að loksins ertu komin í friðin, loksins ertu komin á staðin þar sem engin sjúkdómar eru. Er þetta ekki þessi þrá sem allir hafa? Líka þegar við vorum sjúk, þegar ég var sjúkur, ég þráði að eignast líf, bara venjulegt líf. En ég hafði ekki krafti að nýtt í það og ég þurfti aðstoð. Ég var illa farin, alveg eins og Davíð þurfti á sínum tíma og mörg ekki er. Við megum aldrei gefast upp á fólki. Ein meðferð 10, 30, 40. Ég minnist oft og að því að hann Lalli minn heitin leiði mér að tala þetta hvenær sem ég vildi. Að þú veist, allar hans meðferðir, Lalla Jóns á sínum tíma. Og en við gefumst ekkert upp á fólki. Við tökum utan, heldum utan það, elsku það inn í Guðs ríki. Hugsa ykkur hvað dýrmætt fyrir Lalla minn að hafa náð að vera hvað ára, 7 ár, 8 ár, edrú. Áður en hann dó. Er það ekki fallegt? Þetta er í boði fyrir þig. Þið finnst þú kannski vera eins og Davíð upplifir sig áðan, algjörlega búinn á því og ég get ekki neitt og ég kann ekki neitt og ég skil ekki neitt, ég mun aldrei ná þessu. Ég er best geymdur bara döður, sko. Og ef þú ert á þeim stað, þá get ég sagt að það er sko sannarlega til lausn. Það er svo sannarlega til lausn sem tekur burti myrkrið úr lífiðinu. Guð er svo yndislega góður. Tölum það bara eins og það er. Og þið sem eigi lifandi trú, verum ekki feimin að segja frá því. Hvað bjargaði lífinu? Það varst ekki þú. Jesús bjargaði mínu lífi. Af því ég tók það ákvörðun að fylgja honum í einu og öllu. Var það barátta? Já, oft var það mikil barátta. Og ég hef sagt okkur það oft að ég vildi fá að stjórna þessu pínlítið sjálfur, en það er bara ekki gott fyrir mig. Og þegar maður lætur þetta, þá kemst Guð að til þess að hjálpa okkur og styðja okkur. Hann setur saman allt sem brotið er. Ég tala mjög oft börnin mín til dæmis. Ég átti 4 börn þegar ég fór til síðan. Stakk af í 10 ár. Átti góða, kærleiksríka, fyrirverandi eiginkonu mína og barnsmóðir. Sem þekkti sjúkdóminn líka. Og það var þessna sem að Guð setti saman það sem ég var búinn að í raun brjóta. Og það er það sem Guð gerir í þínu lífi. Þú kannski ekki fengið að sjá börnin í ykkur tíma. Þú ert í ykkur baráttu að fá að sjá börnin eða foreldraðina, hvað sem það er. Ef við göngum beinum brautina, treystum Guði fyrir líf okkar, þá munum setja þetta allt saman og á réttan stað. Og
Og ég hef sagt ykkur áður, ég hef aldrei átt eins yndislega samband við mín börn eins og ég á í dag. Og það er mjög ótrúlegt þegar maður hugsa til þess að yfirgefa þau og ætla að vera í 3 mánuði og koma heim eftir 10 ár. En Guð er engin hlutur með. Við höfum kraftaverk úr þessu starfi hér. Vonlausar aðstæður í svona umgengnismáli foreldra. Gjörsamlega vonlausar. Það hefur verið talað inn í lífi manneskjunum og sagt næstu viku, næsta mánudag, þá munu börnin vera með þér. Og ég gleymi þessu aldrei. Og svo löbbuðu börnin hérna inn. Þau bjuggu ellendis og var haldið frá móður sinni þannig séð. Og svo bara allt í hennu birtust þegar ég er. Og eru hjá móður sinni í dag. Að því að Guð setur saman það sem brotið er. Og það vil hann gera í þínu lífi. Alveg sama hvað það er sem þú hefur gert. Þú kannski berjast við fjárhagslega erfiðleika. Gefðu Guði þetta allt. Og hann mun vel fyrir sjá. Ég skil stundum ekki eins og mitt líf. Þegar ég kom út úr minni neyslu þá ég bara átti ekkert. En einhvern veginn hefur Guð það bara, já ég veit ekki, ég ætla ekki eins og reyna að skilja hvað hann gerði fyrir lífið. En ég ákvað líka að fylgja honum, ég ákvað að þjóna honum og hverjum einasta degi. Ég ætlaði ekki að opna áfangaheimili, það var ekki hugmyndin. En við fundum að það þurfti, það vantaði pláss fyrir fólk, það vantaði stað þar sem fólk geti verið. Alveg eins og Davíð, búinn að vera 3 skipti á draumasetrinu. Kannski ég átti að segja bara í annað skipti, nei þú fari ekki að koma hingað aftur. Eða þú skalt opna faðminn og segja vertu velkomin. Danni minn, þú nú verið hjá mér nokkur sinnum. Yndislega, fyrsti maður sem steig inn í draumasetrið á Héðinsgötu 10, 7. desember 2012. Ekki alveg í lagi, sko. En dvaldi þar með okkur í nokkra daga. Og það er svo ég elska þennan dreng, hann er alveg svo strákurinn minn, sko. Og það er svo gaman að sjá þetta af hverju að gerast ef við gefumst ekki upp af fólki. Ég segi oft, sko, að því að við erum oft með dóm það að því við erum að dæma okkur sjálf, að því það er alltaf verið að dæma okkur. Og við upplifum það. Ég sagði oft þú veist að þegar fólk dettur í það inn á áfangahúsi og allir í húsunum bara segja, þú veist, hvað er hann að pæla, sko? Inn á áfangahúsi. Hvílíkur drullu sokkur, sko. Þetta í þínu áfangahúsi, hvað er það? Og svo er þetta rætt á húsfundi. Og þá segi ég alltaf allir sem hafa farið í eina meðferð og eru búin að edrú síðan. Rétt upp hendina. Það kom engin endi. Sem segir okkur það að við höfum öll valdið ykkur vonbrigðum þegar við döttum í það. Alveg eins og þessi aðili sem var að vísa út. Við höfum ekki frekar að biðja fyrir honum, halda utan honum, hjálpa honum og styðja hann og koma tilbaka, heldur hann að dæma hann. Og við höfum ekki efnum að dæma. Ef þú hefur dottið í það eftir meðferð, þá hlýtur að hafa brotið á okkur, fjölskyldinni, vinum, eitthvað sem kringuð er. Þannig við erum öll á þessum stað. Við erum í þessu saman, en ekki sundruð. Og mikilvægasti tíminn til þess að standa með fólki sem að fara aðstofan er þegar það er undir áhrifum. Það er að hjálpa þeim áfram, leiða þeim að finna að þau eru elskuð og þau tilheyra. En það getur líka verið erfitt, ég veit, það getur verið rosalega erfitt. En ég held að sé mesta hjálpin sem ég gefur það er að sýna fólki kærleika, opna faðminn. Þegar, eins og ég segi okkur ofta, þegar maður beygir sig niður til manns eða konu sem er í neyslu, sér sorgina í augunum og einhvern veginn alltaf flæða út, þá horfir í augun á Jesú. Hann segir þau í orðinu, allt sem þú gerir einu mínu minnsta bróður, það gerur mér. Að þegar þú beygir niður til eitthvað minnsta bróður, að þá ertu að beygja niður til Jesú. Ef við sjáum þetta þannig, þá verður þetta svona, þetta verður svona gott, þetta er góð tilfinning. Hvernig getum við hort upp á fólk sem er kringum okkur á þess að reyna að gera eitthvað, reyna að skipa okkur í skarði við einstaklinga. Það er þetta starfið að byggt upp á því. Það er byggt upp að vera til staðar fyrir fólk. Og sérstaklega þá sem engin annar vildi hugsa. Áfangaheimili var opnað
til þess að taka á móti öllum þeim sem fengi ekki fara annar staðinn. Ég sagt ykkur það áður, þú getur tekið á móti manni sem kemur út í meðferð, hann með allt að hreinu, hann með mjög gott bakland og bara flottu gaur og kemur út í meðferðinni, eitt herbyggi laust, svo kemur einn sem á götunni, hann gjörsamlega niðurbrotinn, hann edrúsamt, en algjörlega brotinn og ekkert bakland, búinn að missa allt, kannski illa lyktandi, líður illa. Ég myndi velja hann inn í húsið. Af því það var markmiðið. Markmiðið var ekki að opna áfangahús bara til þess að sýna fram einhvern prósentur. Þetta var til þess að bjarga fólki sem engin annar vildi taka við. Hugmyndið var til á BSI, á umframmiðstöðinni, mánaðamót. Þannig var hugmyndin til í byrjun. Þegar yndislegi vinnir og margir sem að komu þessa daga þegar ég var á BSI, þeir áttu eftir að koma inn á draumasetri og verða edrú, alveg eins og Lalli, einn af þeim sem fekk að lifa sin síðust ár án áfengis og fíkniefna. Og það er svo fallegur hlutur. En mér langar í kvöld að því að það var svo gott að hlusta á það sem Daði verið að segja að þú þarft að framkvæma, það er þú þarft að gera eitthvað. Þetta beða fyrirbygjendur en þau geta komið upp. Af því að ef þú ert á þeim staði í dag að þú finnur að það er bara, þér finnst ekkert ganga, þú finnst ekki komast áfram. Kannski ertu nýlega komin út úr meðferð og þér finnst ekki svona, þú ert komin út úr þessu umhverfi, þú ert komin út úr vendinni sem er þar, en þú upplifir eins og þetta sé erfitt, þessu ströggl. Davíð talaði að alla daga þetta þráhyggja fyrir áfengi og fíkniefnum. Algjör þráhyggja. Kannski er það ennþá að berja í höfuði, en kannski að laðast aftan þér. Að þá langar okkur að biðja fyrir þér. Því ég held að það er svo gott að geta sagt fólki frá það sem eru að berjast í og þá getum við tekið þetta saman í bæinn og beðið fyrir því að Guð megi koma til þess að byggja upp trú þína til þess að standa. Að þetta er allt í þínum höndum, algjörlega. Ef Guð er með þér, þá er allir vegið fyrir þig til þess að stíga. Þú tekur skrefin og svo sérðu þegar að blessanna fara að koma, hver á eftir öðrum, fjárhagslega og fyrst og fremst náttúrulega andlega heilsan og kvíðin fer og óttinn fer og þú finnur þetta öryggi, þú finnur að það er gott að vera edrú, þú ferð að finna svona ávextin á því að vera edrú. Svo fyrir fólk að koma til þín, af hverju er fólk að koma til Davís og vilja að hann sponsera? Þeir sjá á andlit hans og í orðum hans að hann er að gera eitthvað, það er sigur í líf hans og það er aðsamtökin, alveg eins og hann sagði, það var oft haldið fram að þú veist að kirkjan, það var alltaf ef þú væri frelsaður, það höfður ekkert aðsamtökin að gera, ég ætla ekki að hlusta á svona. Aðsamtökin er gríðarlega mikilvæg. Ef Guður læknaði áfengissýkinni, þá er það bara mjög gott mál, en ekki hægt að stunda fundi. Alveg eins og Davíð sagði, þetta er staðsti og hvítasti akurinn til uppskeru tilbúin eru aðsamtökin. Það er þar inni sem við þurfum að fara með þessa vitneskju. Fólk á að koma til mín og segja, Óli, mér langar til að eignast það sem þú átt. Hvað er það sem þú hefur gert? Þá getur þú sagt, ég tók á móti Jesú Kristi í lífið mitt og leyfi honum að vera leiðtogi í mínu lífi. Þannig kemur, flestir sem eru hérna inni, þeir koma bara afspurt, þeir koma að því að einhver vinur eða horfir upp á okkar fólk. Hér á foreldrar komið sem hafa sér börnin sem breytast, fólk sem er ekki trúað. Satt hérna á fyrsta boka, hún var skrifstofustjóri Landsspítalanum, hann var yfirlæknir og þau sátu hérna fremsta bekk og vildi fá að sjá hvað hefði verið gert við strákinn þeirra. Að því breytingin var svo mikið. Og þetta er vitneskjan sem við getum komið áfram til annara. Við skulum deila með fólki í lífi okkar og hvernig skref við tókum til þess að eignast það líf sem við eigum í dag. Ég er þakkláttur fyrir mitt líf í dag. Yndislegt líf. Já, 6 yndisleg börn og það er bara yndislega konu og svo verð ég 70 núna næsta mánuð, Kristur, en það er eitthvað annað áhyggjumál sem við erum að hugsa síðar, en það er gott að vera til. Ekki að rísa á fæti, ég ætla að biðja, leyfðu Guð að tala inn í lífið núna því ég bið, hvort þú eigir ekki að koma hérna fram og við saminust í bæinn. Hérna með fólkinu, bænafólkinu okkar. Jónas, ekki Jónas hann? Já. Og Laufey og
Bara Faðir, við þökkum þér fyrir að þú ert hér, Drottinn. Þakka þér fyrir að þú ert að eiga við hjörtu fólks hér í kvöld, Drottinn. Faðir, mig bara koma með einn og sérkvæmt sem hér inn í þinn faðm, Drottinn. Þú þekkir óttan sem í lífi fólks hér inni. Og Drottinn, hann kemur aftur til mér þetta með sorgina, Drottinn, og ég veit að það fólk hér inni sem að berjast í sorg, Drottinn. Og ég beði Faðir að mig gefa þeim styrk og kraft til að koma fram, að við getum beðið saman, að þú megir koma með þína læknandi önd, þú megir halda utan þeim, gefa þeim að finna að þú ert með þeim, þú gefur þeim ennan frið, tekur burtu sársaukann, tekur burtu kvíðan í lífið þeirra. Og Drottinn, og þeir sem að berjast við fíknina, Drottinn, ég beði bara Drottinn að gefa þeim að fókusera þig, komdu inn í líf þeirra, sestu í hjarta þeirra, Drottinn, gefa þeim að finna að það gott að vera edrú, það gott að vera til. Það góð og falleg framtíð sem býður fólks, Drottinn, sem hér inni. Að við þurfum að stíga skrefið. Við þökkum fyrir daginn í dag, þökkum fyrir að við erum án áfengis og fíkniefni í dag, Drottinn, og við býðum að við erum fara að sofa þannig líka og vakna inn í nýjan dag á morgun, Drottinn, tilbúinn til þess að þjóna þér, Drottinn, mæta fólki sem verður á vegi okkar. Að við mættum vera vitnisburður kærleika þinn og elskuna þína og lækninguna sem þú eitt getur gefið. Bara blessum einn og sérkvæmt inn í þessa viku sem framöndan og við þökkum fyrir, Drottinn, að þú ert ekki bara svona á mánudögum í líf okkar, þú vilt vera alla daga 24/7 í líf okkar, alltaf. Þú ert með okkur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur, þú fylgjur okkur í gegnum allt lífið og við getum alltaf, Drottinn, með leita þín hvenær sem í öllum kringumstæðum sem til eru. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Ég vil ekki að koma fram og biðja. Það svo gott að biðja.